Jæja, skemmtilegum leik lokið, hversu létt var þér þegar flautað var til leiksloka? Bara glaður sko, ég sammála þér, þetta var mjög skemmtileg leikur, það var mikið af skemmtilegum atvikum, góðum mörkum og færum og þetta var óbúið skemmtilegt. Það var mjög ljúft að heyra dómara flauta leikinn af. Hvernig fannst þér leikurinn byrja? Sko, Valsarar voru að pressa ykkur stíft sem eins og þeir sem komið með svör eftir kannski 10 mínútna leik, þá byrjuð þið loksins að sækja almennilega. Já, sammála því. Við þær bara pressa vel og eru aggressívar og þetta er ekkert auðvelt að leysa svona pressu. Sama tíma erum við mjög gott fótboltalið og erum góðar í að leysa pressu og það er bara alltaf í öllum leikjum. Það þarf svona, þeir eins og í boxbardaganum, að byrja svona aðeins að þreifa fyrir sér og sjá hvar hann er að verjast og hvar hann er ekki að verjast. Og við erum bara með marga mjög klára fótboltamenn sem eru góðir í að finna þessi svæði og við náðum svona tökum á leiknum fannst mér eftir þessar fyrstu 10 mínútur og þannig að mér fannst byrjunin á leiknum bara mjög fín og mjög ánægð með svona frá 10. til kannski 30. Þar fannst mér við mjög góðar. Svo áttum við kafla í seinni hálfleik líka þar sem við vorum góðar en það var svona bara heilt yfir bara jákvæð frammistaða. Margt gott, margt sem getur gert betur. Við erum bara með liði í þróun og erum að nýta hvern einasta leik til þess ídrasta hvernig við getum orðið betra lið heldur en við vorum í gær. Mér fannst við betri í þessum leik heldur en í síðasta leik og það er mjög jákvætt. Ég var að spyrja út í kantspilið. Ásabjörg var sérstaklega góð í seinni, Sofía í fyrri. Ekki þægild að vera svona öfluga kantar sem getur tekið menn á. Það er bara lúxus. Það er bara algjör snilld. Það gerir þetta bara erfiðar að verjast gegn okkur, þú veist. Ég held að sé erfitt að verjast á móti okkur. Ég held að sé ekki, ég held að mann líði aldrei þægilega. Sama hvað svæðið ætlar að gefa eftir, þá erum við erum tilbúin að ráðast á hvert einasta svæði sem andstæðingurinn ætlar að gefa okkur. Og bara mjög ánægðar með kantmennina, miðjumennina, bakverðina, sóknarmennina, markmennina, bara allar stöður. Þetta er allt frábæra leikmenn. Þeir eru 2-0 yfir þegar þú gerir þrefalda breytingu að mig minnir. Tekur meðal hans touch út af og síðan skoraðir í horni strax eftir. Fór því þá eða af hverju tókstu touchu til dæmis út af? Bara við erum að reyna að stýra álagi á þessum leikmönnum. Það er spilað mjög þétt í maí og við erum búin að spila nokkra leiki núna og erum bara að reyna að managera mínútum. Hún hefur held ég ekki, ég held að hún hafi spilað 90 mínútur í öllum leikjunum sem hafi verið deildarinnar og er náttúrulega bara líka að koma tilbaka eftir krossbandslit og svona, þannig að við þurfum á einhverjum tímapunktum að stýra þessu mínútu álagi á þeim öllum og núna var bara komið að henni að koma út af. Í síðasta leik vorum við að hvíla einhverja leikmenn og við erum alltaf að rótera, þannig að bara heilt yfir álagstýring á liðinu í heild sinni. Nú eru þið komnar í 8. úrslit, hversu mikilvægt er að fara áfram í bikarnum? Þið eru náttúrulega ekkert líklega til þess að vera Íslandsmeistarar en þú veist, bikarmeistarar, maður veit aldrei. Þetta var mjög sterk frammistaða. Já, þú veist, við þurfum að vinna 19 leiki til þess að verða Íslandsmeistarar, næstu 19, en við þurfum að vinna næstu 3 til þess að verða bikarmeistarar, þannig að það er styttra að þeim titli, færri leikir, alveg rétt hjá þér. Bara, þú veist, við erum á lífi í þessari keppni, nú erum við 1 af 8 liðum. Það eru 8 lið að detta út núna í dag og við erum ekki 1 þeirra, erum á lífi í keppninni. Þetta er skemmtileg keppni. Ég hef sjálfur aldrei komist í 8 liða úrslit, ég veit ekki hvort, Grindavík Njarðvík hefur aldrei komist í 8 liða úrslit út af því að við vorum bara í 16 liða í fyrra og bara gaman. Þetta er skemmtileg keppni, hún er öðruvísi, þannig að við erum aðeins þurfum að vera aðeins úrslitamiðaðari í bikarnum heldur en í deildinni, þar sem við erum kannski aðeins meira bara að leika okkur, að reyna að vera betri. Og er það bara sama klisjan, bara drauma næsti leikur er einhver heimaleikur og allt það? Ég var nú í viðtali hérna áðan að tala um að ég vildi að Fylkir myndi vinna FHL og mér langaði að fá útileik á móti Fylki. Okay. Það var fyrsta sem poppaði upp í hausinn á mér að verandi Fylkismaður, það er bara alltaf gott að koma heim, mér líður vel í Árbænum og ég held að það sé bara draumurinn að fá einni fleiri ástæður en ég hef í dag til þess að kíkja í Árbæna. Ég ætla bara að segja það, fá Fylki og á útivelli. Takk fyrir. Takk.